Þú farð allt grillkjötið og sósurnar í Netto. Netto. Gleðilegt grillsumar. Jæja, Valdís. Frá opna bandaríska yfir í opna íslenska Íslandsmóti í Haugleik. Þetta svolítið munur en ekki gaman að vera komin heim? Jú, þetta verður bara skemmtileg helgi og völlurinn flottur og umgjörðin flott og þetta verður bara gaman sko. Verður samt ekki viðbrigði? Þú ert búin að vera í allt öðru umhverfi, hita í Tælandi og í Bandaríkjunum og hraðaflatir og allt annað dæmi heldur en hér. Jú, þetta er náttúrulega kannski aðeins öðruvísi aðstæður þarna úti og maður þarf að passa sig að náttúrulega drekka meira og þess háttar en mér finnst hraðinn á flautunum samt fínn, þannig svona maður getur aðeins gefið inn en verður samt að passa sig á réttu stöðum og þannig að þetta verður bara, eins og ég segi, þetta verður bara skemmtilegt. Ertu búin að fara æfingar ekki? Já, ég fór í morgun 18 hólur, prófaði 3 9 hólunar og það er skemmtileg breyting og ég held að hún muni koma mjög vel út þegar þeir eru búin að setja þetta sem 10, 11 og 12. Þarftu að setja þig í alvöru í einhvern annan gír þegar þú ert komin heim? Finnst þér þú þurfa það eða er þetta bara sama dagskráin hjá þér, einbeiting og allur pakkin eitt högg og þessi gamla formúla? Ég meina þetta er bara golfmót og mótið sem ég fer úti eru bara golfmót og ég hugsa þetta bara þannig, ég er ekkert eitthvað að flækja þetta eða eitthvað þannig, ég er að setja meiri óþarfa pressa á mig en eins og ég segi, þetta er bara golfmót og ég er komin til að hafa gaman. Og náttúrulega til að vinna? Já, sjálfsögðu, maður er alltaf gaman að vinna, þannig að ég er komin til að hafa gaman. En talandi opna bandaríska mótið, svona þegar þú ert að melta þetta núna eftir á, hvað stendur upp úr? Bara umgjörðin í kringum mótið og að fá að komast þannig inn og upplega svolítið svona hvernig þetta er almennilega og allir sjálfboðaliðar, hversu ótrúlega margir sjálfboðaliðar voru í þessu móti, 1900 sjálfboðaliðar að hjálpa til og allir stóðu sig bara frábærlega og fólki viðkunnanlegt og tók vel á móti manni og manni leiði svona smá eins og prinsessu þarna og litli krakkar að biðja megindarandurinn, vita ekkert hver maður er en þau sjá bara að maður er að keppa í US Open og vilja eiga eiginhandaráraturum til frambúðar. En nú hefur þú talað það að byrjunin hafi svona gert þetta mjög erfitt, þú byrjar mjög illa í mótinu. Þegar þú hugsað, horfir á það eftir á, vantaði þið eitthvað upp á undirbúningin andlega hjá þér eða hvað er það sem gerist þarna þegar sveiflan týnist fyrstu 6 hólunar? Hún alltaf týnist ekki beint skilur, við fengum bara þarna högg sem hafa ekki verið í pókanum hingað til og stöfuðu bara því að ég var raunir bara hætt að snúa í gegn og slá almennilega í boltan en allir undirbúningur, andlegur undirbúningur og líkamlegur undirbúningur og sveiflulegur undirbúningur var frábært. Tómas Freyr Aðalsteinsson, sálfræðingur, var með okkur 2 daga fyrir móti og það var frábært að hafa hann og Hlynur Geir var með mér náttúrulega dagana fyrir og líka á mótinu og var frábært að hafa hann og Kalli var í sambandi á netinu hvort það var ekki alltaf góð með Putin og líka í sambandi við Hlyn og að gefa honum hint hvað hann ætti að fylgjast með og bara því miður fór bara ekki leikurinn frá æfingardögunum yfir á fyrstu 6 hólunar en svo kom hann og það er náttúrulega erfitt að sækja tilbaka kannski 4 til 6 högg á vellum sem er 6200 metrar. Þannig að maður er kannski ekki alveg vanur því að spila á 6200 metra völlum, bara eins og hvítir hérna. Þannig að... Varstu smeyk, hrædd, pínu taugaóstyrk þegar þetta gerist? Já. Ég er að spyrja svona, hefur þú tilfinningu fyrir því eftir og svona, hvað var það sem að klikkaði? Þetta var náttúrulega bara skilur úst, ég seti hann í stöngina fyrst og það er svekkjandi en ég hugsa að miðið var allavega gott. Svo fæ ég þetta högg hann á annari en þetta pari og fæ afturhöggi á 3. og fæ þá bóki rétt með þessi pari en kemur í bördi fara á 4. sem var bara monster par 3 hóla og sló frábært högg þar og missi svo aftur í raun og 2 næstu drive og það eru þessi drive sem við höfum ekkert séð áður og ég var raun og að missa þau eins og stelpuna sem ég var að spila með en ég var að lenda bak við tréð og átti í raun og ekki högg á meðan þær voru kannski hálfa metra lengra til vinstri og gátu slegið áfram. Þannig að það er náttúrulega munur í því svona smá, ég vil ekki segja óhefni en smá
komið svo ómikið miss og sem að fór illa með mann. Þannig að þú vonast náttúrulega til þess að geta tekið þátt á svona stóru sviði. Þú ert náttúrulega að keppa á góðu sviði í dag en stefnirðu á LPGA í haust? Já, ég er að fara í úrtökumót fyrir það í ágúst og svo er ég að fara í úrtökumót fyrir opna breska núna 31. júlí og það er bara stefnin náttúrulega bara, núna er ég að fókusera á Íslandsmóti og svo í næstu viku fókusera ég á úrtökumóti fyrir opna breska og þar eftir vonandi að fókusera á opna breska og svo gengur þetta bara svona koll á kolli. Það er bara eitt mót í einu. Svona að lokum, er eitthvað sérstakt sem þú bætti í, finnst þér, eftir þú fórst eftir þú gerðist atvinnumaður og ert að keppa í alvöru mótum? Ég myndi að það náttúrulega, ég vil ekki segja stöðuleiki því það er engin stöðuleiki í golfi en missin, þessi mistu högg, þau eru að fara minna til hliðar, þetta er að hafa gert áður og sveiflan er bara orðið mikið betri, stuttarspil orðið mikið betri, púttin orðið mikið betri og bara allt það sem ég er að vinna í með mínu þjálfurum Hlín og Kalla það er bara að virka og það er bara að koma í gegn núna og síðustu 2 ár hafa verið erfið en þessar breytingar sem við höfum verið að vinna í er að koma í gegn og er að skila sér. Bara gangið vel. Takk. Lúxusborgari og piparosta baconborgari. Netto, þar sem grillveislan byrjar.